Takk kærlega fyrir þetta, alveg dásamlegt. Kæru vinir, verið velkomin hér í Guðsþjónustu í Lindakirkju á þessum fallega degi. Það er gott að sjá ykkur. Í dag er æskulýðsdagur þjóðkirkjunnar, uppáhaldsdagur minn. Þessi dagur er sérstaklega frátekinn og helgaður unga fólkinu okkar og unga fólkið er svo sannarlega í forgrunni hjá okkur í kvöld. Hér höfum við barnakór og unglinga gospelkór Lindakirkju. Við erum svo heppin að hafa þau hér í kvöld. Þau hafa þegar heillað okkur skónum með þessu fallega lagi og munum gera það aftur og aftur og aftur í kvöld. Og ég get sagt ykkur bara nú þegar, við munum klappa mikið fyrir þeim og þau hafa allt skilið. En það eru Áslaug og Hjördís kórstjórar sem að leiða tónlistina í kvöld og Óskar tónlistarstjóri verður á flíknunum að góðum vana. Og svo verða líka kórmeðlimir sem munu lesa reikningalestur og leiða okkur í bænir. Ég get sagt, eina ástæðan af hverju þetta er uppáhaldsdagurinn minn er að presturinn er svo mikið upp á punta þessum degi. Þarna er aðalatriðið og það er svo dásamlegt. Yfirskrift dagsins kemur úr Matteus og Guðspjalli og þar stendur: Við erum friðflytjendur. Og þetta er þema sem er kannski sjaldan verið mikilvægt að minna sig á og núna í dag. Mikilvægi þess að við boðum friðinn. Við skulum helga okkur Guði með signingu og bæn og mig langar að byrja svolítið eins og ég ger í sunnudagsskólanum með litlu börnin. Ég held að við höfum gaman að því. Ég er að byrja að setja höndina svona upp í loftið. Og þetta er táknrænt fyrir það að við ætlum að leyfa Guði að leiða okkur í dag sem og alla daga. Svo segjum við saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Svo ætlum við að biðja bænina: Vertu Guð Faðir. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiðir mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Þá heyrum við annað lag sem barnakórinn ætlar að syngja. Já, eins og þið sjáið, þær eru held ég 16 hérna í kvöld af 40. Það er heill árgangur sem er veðurteftur á Akureyri og svo einhverjar sem voru lasnar og svona. Þannig ég held að það hafi aldrei verið að fáar en eins og ég segi alltaf, það er ekki magnið, það eru gæðin. Hér er rosa stuð og í trú
Drottinn, miskunnað þú oss. Kristur, miskunnað þú oss. Drottinn, miskunnað þú oss. Dýrðasöngurinn verður með aðeins öðruvísi snið í dag svo þau megi vera sitjandi. Dýr sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Og nú mun unglinga gospelkórinn syngja dýrðasöng fyrir okkur. Já, ritningalestrar dagsins fjalla frið Guðs og mikilvægi þess að vera friðflytjendur. Og við erum svo heppin að fá kórmeðlimi til að lesa ritningalesturinn fyrir okkur hér í kvöld. Þannig að koma það eru Sigríður Maren, Kolbrún Lind, Katla Herborg og Kolbrún Birna. Fyrri ritningalesturinn úr fyrstu Mósebók. Að liðnum 40 dögum lauk Nói upp glugga arkarinnar sem hann hafði gert og sendi út hrafn. Hann flaug fram og aftur uns vatnið þornaði á jörðinni. Þá sendi hann frá sér dúfu til að gæta að því hvort vatnið væri þorrið á jörðinni. En dúfan gat hvergi tylt sér og hvarf aftur til hans í örkina því að vatn var enn yfir jörðinni allri. Hann rétti út hönd sína og tók dúfuna til sín í örkina. En beið hann í 7 daga en sendi þá dúfuna öðru sinni úr örkinni. Dúfan kom aftur til hans undir kvöld og var þá með grænt ólífuviðarblað í nefinu. Þá vissi Nói að vatnið var þorrið að jörðinni. En beið hann í 7 daga og lét þá dúfuna út en hún sneri ekki aftur til hans. Guð sagði við Nóa og syni hans sem með honum voru: Ég stofna nú til sáttmála við ykkur og niðja ykkar og allar lifandi skepnur sem með ykkur eru, bæði við fugla, búfé, öll dýr merkurinnar með ykkur. Við allt sem út úr örkunni gekk, það eru öll dýr merkurinnar. Ég stofna nú til sáttmála við ykkur,
Aldrei framar skal allt hold tortímast í vatnsflóði. Aldrei framar mun flóð koma og eyða jörðina. Og Guð sagði, þetta tákn sáttmálans fyrir allar ókomnar aldir sem ég stofna til milli mín og ykkar og allra lifandi skepna sem hjá ykkur eru. Boga minn hef ég sett í skýin. Hann skal vera tákn sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Þegar ég færi ský yfir jörðina og boginn sest í skýjunum, mun ég minna sáttmálans milli mín og ykkar og allra lifandi skepna. Alls holds og aldrei framar skal vatni verða flóði sem tortímur öllu lífi. Þannig hljóðar heilaga orð. Kærlega fyrir þennan fallega lestur. Þá komið að næsta lagi og það myndin hennar Lísu. Takk kærlega fyrir. Þá ætlar Aldís María að lesa seinni reikningalestur dagsins sem úr Kólósebréfinu. Seinni reikningalesturinn úr Kólósebréfinu. Látið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar, því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama. Verið þakklátt. Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki. Fræðið og áminni hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Hvað sem þið segið eða gerið þá allt í nafni Drottins Jesú og þakkiði Guði föður hans með hjálp hans. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Takk kærlega fyrir þetta. Og þá ætlar barnakórinn að syngja næsta lag. Ég bænsendi Guði. Sing
Takk kærlega fyrir þennan fallega söng. Mikið var þetta dásalegt. Já, þá mega þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur við heyrum heilagt guðspjall þessa dags sem ritað af guðspjallamanninum Matthíasi og við skulum fylgjast vel með af því að það mjög stutt og hnitmiðað þetta kvöldið. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Við skulum játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vor, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Sólin kyssir kinn
takk kærlega, ég segi bara vá, þetta var geggjað, eins og öll tónlistin hefur verið í kvöld, takk kærlega fyrir. Já, náð sé með ykkur og friður. Það hefur verið svo gaman í kvöld að hlusta á þennan kór, þetta er svo miklir hæfileikar sem þið hafið og það ætti að vera svo stolt af þessu. Það geta frá einhverjum sem hefur enga tónlistarhæfileika og það var svo gott fyrir mig að geta notað ykkar hæfileika til að lyfta mig svona upp, að heyra ykkar tónlist og ykkar söng, þetta er bara dásamlegt. Svo þetta kórstjóranir hérna frábæri hjá okkur, það er svolítið eins og þannig að öll sem að nálgast þau fá einhvers konar tónlistarhæfileika, nema ég, það verður ekki ennþá virkað. Ég spurði stráki minn í gær, 4 ára, hérna, hafði kannski verið á mörgum heimilum, þá hlustum við á Vibe það bil 250 sinnum helgina. Og ég spurði hann bara, ætti pabbi kannski að byrja í Vibe? Og hann horfði á mig og sagði, já, þá þarf það að syngja. Svo ef ekki stuðningsríkur þá hann mjög hreinskilinn. Eins og ég nefndi á hann, þá í dag æskulýðsdagur þjóðkirkjunnar, uppáhaldsdagurinn minn. Dagurinn er sérstaklega tekinn frá fyrir það dýrmætasta sem við eigum, unga fólkið, framtíðin og nútíðin. Og það sem er svo mikið af ungu fólki hérna í dag og mögulega að horfa, þá ætla ég að nota tækifærið. Ég ætla að nota tækifærið og segja ykkur frá einhverjum sem er mér alveg ótrúlega mikilvægur og á stóran stað í hjarta mínu. Þetta er einhver sem ég kynntist þegar ég var 30 ára. Ég heillaðist af honum strax og hann hefur fylgt mér alla ævi síðan þá. Og ég viðurkennið alveg, stundum hef ég ekki hugsað hann í svolítið langa tíma, stundum hef ég bara hreinlega gleymt honum. En þegar ég leita aftur til hans, þá hann alltaf til staðar fyrir mig. Hann alltaf þarna. Og það er svo gott fyrir mig að geta alltaf leitað í stóra faðminn hans. Og það er svo gott að tala við hann. Jafnvel þótt ég fái kannski ekki mörg svör tilbaka, í svona hefðbundnum samtalsskilningi, þá ég búinn að deila örugglega flest öll af því sem liggur mér á hjarta með honum. Og mér þykir bara svo óendanlega vænt hann og ég verð svolítið meira að standa hérna og fá að tala hann og deila þessu með ykkur. En það líka því að það er bara fullkomið traust hérna á milli, það ekki? Þetta gerum ekki bara að opna okkur og leyfa okkur að vera treystandi hér í kvöld. Þið vitið auðvitað hvern ég að tala. Þetta hann Súsi, bangsi minn sem ég eignaðist þegar ég var 30 ára. Sem ég búinn að tala mikið með, hann svona stóran faðm sem svo gott að leita til. Ég veit ekki á hverju hann heitir Súsi, þótt að ég nefndi hann sjálfur. Mamma segir mér að þetta nafni sem ég valdi strax þegar ég fékk hann, 30 ára aldri. Það var fyrir 2 árum í bangsablessinu í messu þegar presturinn sem var með mér benti á, já, Súsi, eins og Jesús. Aldrei gert þessa tengingu. Samt kunni ég alveg textan við lag Baggalúts það þegar Súsi kom heiminn í. Nei, Súsi alltaf til staðar fyrir mig. Og hér í sunnudagaskólanum í morgun, þá vorum við með bangsablessun. Og það er svo fallegt að sjá allir þessi börn og jafnvel sumir fullorðnir sem komu með bangsana sína til okkar til að láta blessa þau. Alls konar bangsar og dúkkur á öllum stærðum og gerðum, alls konar dýralíf, það næstu því eins og við gætum bara fyllt örkinans Nóa sem við heyrðum lesið svo fallega hérna áðan. Þessir bangsar, þetta eitthvað sem að þeir standa þessum börnum nærri. Þetta eitthvað sem á sér stað í hjarta þeirra. Og við þekkjum þetta öll, við munum öll eftir bangsanum eða dótinu sem að við áttum, sem að við vorum alltaf með, gátum ekki farið að sofa án þess að hafa. Þetta ekki bara, það er svolítið erfitt að gera þetta, væri eitthvað til að ykkur að koma til og hjálpa mér. Já, viltu koma? Getur haldið á honum bara hérna svo fólki sjái, takk. Þetta ekki bara bangsar eða bara dót. Þetta vinir okkar. Þetta skiptir okkur máli. Þetta skiptir börnunum máli og það sem skiptir þau máli raunverulegur fjársjóður. Takk fyrir. Og ég veit ekki af hverju þetta uppáhaldsbangsi minn. Þetta ekki fyrsti bangsi sem ég fékk, þetta ekki síðasti bangsi sem ég fékk, þetta ekki minnsti eða stærsti.
Ég veit það ekki, en ég veit að þessi bangsi skipti mig máli. Ég veit að þegar ég faðma hann núna fæ ég sömu tilfinninguna og þegar ég faðma hann þegar ég var lítill. Ég fæ svona tilfinningum að það sé allt í lagi. Ég fæ mjúka tilfinningu inni í mér. Ég fæ friðar tilfinningu. Og mér langar að segja ykkur frá einum öðrum bangsa sem mjög mikilvægur á heimilinu mínu og það bangsinn sem að litli strákurinn minn á. Strákurinn sem hefur ekki trú á sönghæfileikunum mínum. Hann á uppáhaldsbangsa sem græn kanína. Og þessi bangsi fékk nafnið græna kanína. Af því að við feðgar erum ótrúlega góðir í að nefna bangsa. Og hann fer ekkert húsið án þess að hafa þessa grænu kanínu með sér. Þetta að fyrsta sem hann næri þegar hann kemur heim og auðvitað getur hann ekki farið að sofa án þess að hafa hana. Það bókstaflega eina ástæðan af hverju ég ekki með hana hér í kvöld til að sýna ykkur. Hann sofandi heima með hana núna. Og fyrir svefnin þá förum við alltaf með bæninar okkar. Og það er svo dásalegt tímabilið þegar ég hætti að biðja bara yfir honum og við gátum byrjað að biðja saman. Þetta var ótrúlega dýrmætur tími. Og þá auðvitað fórum við í gegnum það hvernig gott að biðja, gott að hafa henduna saman og loka augunum og þá erum við ekki að láta neitt trufla okkur. Og þá gerði hann það sem ég fannst svo dásamlegt að horfa á. Hann tók eyrun á kanínunni sinni, setti þau svona saman og bað hérna alveg rosalega innilega. Og ég verð að viðurkenna að þetta breytti mig alveg. Hann kannski var ekki með fullan skilning á hvað bænin var, en hann vissi að þetta var eitthvað sem var okkur feðgum mikilvægt. Og hann vissi að kanínan, þetta bara besti vinur hans, þetta honum svo mikilvægt og hann sameinaði þetta í einni innihaldsríkri bæn og ég verð að segja að þetta enn þann daginn í dag ein innilegasta bæn sem ég hef orðið vitni af. Og mér fannst þetta svo fallegt og ég hefði ekki getað útskýrt fyrir honum mikilvægi bænarinnar betur sjálfur með orðum og þetta eitthvað sem hann fann sjálfur. Ég er búin að vera 7 ár í guðfræði, mér þetta aldrei í hug. Það er svo gott, börnin þau eru kílómetrum á undan okkur í flestallri hugsun. Það dásamlegt. Það dásamlegt að elska eins og barn. Og þau þurfu ekki að útskýra ástina sína eða hafa ástæðu fyrir henni, þau þurfu ekki að liggja andvaka á nóttinni, hugsandi af hverju elska ég. Þau bara elska. Og þetta hrein og tær ást. Og við erum kölluð til þess að elska eins og börn. Og ég held að við myndum öll hafa gott af því þegar við komum heim, kannski bara grafa upp gömlu bangsan okkar og gefa þeim svona til eitt gott knús. Ég held að myndi vekja góða tilfinningu inni hjá okkur. Ég held að myndi vekja upp friðartilfinningu hjá okkur. Já, dýr sé Guði, Föður og Syni og heilags anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Og þá ætlar unglingaskórinn að syngja næsta lag fyrir okkur og það lagið Lean on Me. Gjörðu svo vel. Ah
Kæru vinir, þá er komið að bænastund hjá okkur. Og við höfum þann haginn á hérna í Lindakirkju að við eigum bara hvert og eitt okkar stund með Guði á meðan syngur kórarnir fyrir okkur bænasöng og þá mögum við þetta taka undir í söngnum. Hér fyrir aftan er svo kertastandurinn okkar, þið getið þar kveikt á bænakerti og þið getið líka skrifa niður ykkar bænarefni og sett í raufina. Hér mætir svo alltaf á 5. dögum klukkan 9 morguninn trúfastur hópur og biður fyrir öllum þeim bænarefnum sem okkur berast og þið eru auðvitað velkomin í þann hóp á meðan syngur kórinn Skapa í mér hreint. Eins og ég nefndi, núna í 3. sinn, það er æskulýðsdagurinn. Og þá leyfum okkur að gera sumt svolítið óhefðbundið, en við erum óhefðbundin í Lindakirkju, svo það bara passa mjög vel við. Hér á eftir stundina ætlum við að bjóða upp á friðarblessun hér í andirinu. Þá verður ég og María kirkjuvörður frammi við blessað vatn og þið sem að vilji geti komið til okkar. Við munum gera krossmark á ennið ykkar og gefa ykkur friðarblessun. Einhver í barnakóri nefndi á hann, þetta er svolítið eins og í konungur ljónanna, Simba. En þetta er ekki alveg þannig. En kannski eitthvað voða líkt sem við getum miðað við. En þá ætlum við að fá að heyra bænir frá barnakórnum og meðan ætlar hún Kolbrún að hella vatni í skírnarfondinn. Ég heiti Ragnheiður Lilja. Góði Guð, viltu hjálpa þeim sem eru með krabbamein og eru að gangi í gegnum erfitt líf og takk fyrir húsin sem við búum í. Amen. Ég heiti Rakel María. Góði Guð, takk fyrir að vera til staðar fyrir okkur og hjálpa þeim sem þurfa að hjálpa halda. Viltu blessa fjölskyldu og vini alla í heiminum. Amen. Ég heiti Embla Dröfn. Góði Guð, takk fyrir allt sem þú gerir fyrir okkur. Viltu blessa alla sem glíma með erfiðleika og eiga bágt og líka þau sem búa stríðsástand, heimilisleysi og fátækt. Viltu vera með okkur þessar stundir og gefa okkur frið á jörð. Amen.
Ég heiti Ármey Alba. Góði Guð, viltu hjálpa fólki sem þarfnast heilsu og viltu reyna að láta hætta að koma fleiri stríð svo allir eiga öruggt heimili til að búa á. Amen. Ég heiti Heiðrún Lóa. Góði Guð, í stundum þar sem við finnum fyrir einangrun, opnaðu augu okkar fyrir nýjum leiðum til að upplifa nærveru og samveru. Láttu okkur finna frið í þínum faðmi, þar sem við getum endurnæst og fundið styrk til að mæta heimi með opnu hjarta. Amen. Ég heiti Tinna. Kæri Guð, þakka þér fyrir enn einn daginn, fyrir lífið og fyrir ástina sem umlykur mig. Gefðu mér styrk til að mæta áskorunum og visku til að taka réttar ákvarðanir. Kærleika til að elska og fyrirgefa. Fylltu hjarta mitt með friði og leið mig á rétta braut. Amen. Takk kærlega fyrir þessar dásamlegu bænir. Takk fyrir. Já, hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina, eilífi Guð. Send anda þinn yfir þessa skírnalaug svo sem í upphafi þú skapaðir ljósið og lífið með orðið þínu og andið þinn sveif yfir vötnunum. Fyrir Jesú Krist sé þér heilagi Faðir í einingu heilags anda, heiður og dýrð aldir alda. Amen. Og þá ætlum við að fá að heyra annan bænasöng. Elsku Guð, takk fyrir öll ungmenni þessa lands. Í Biblíunni stendur leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi, því slíkra Guðs ríki. Við þökkum fyrir þinn útrétta faðm sem tekur á móti okkur, hvaðan sem við erum og hvernig sem við erum. Takk fyrir það að við séum elskuð og fáum að elska. Við biðjum fyrir öllum þeim bænarefnum sem okkur hafa borist hér í Lindakirkju. Biðjum fyrir öllum þeim bænarefnum sem að kórinn lagði fram og við biðjum fyrir frið í heiminum. Og elsku Guð, þú þekkir hjarta okkar og við leggjum allar okkar bænir í þínar hendur og segjum saman bænina sem að Jesús gaf okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn,
til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Nú með að þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur við þiggjum blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs sem skapar, frelsar og huggar. Amen. Og þá rífum við stemmingun aftur upp með gospelsirpu, ekki satt? Amen.
Kæru vinir, þá fyrir að líða lokum hjá okkur hérna í dag. Við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna, verið alltaf velkomin í Lindakirkju og auðvitað vil ég þakka kórónum sérstaklega fyrir, takk fyrir ykkar dásamlegu þjónustu. Og þið sjáu hvert þið viljið hérna senda litla uppvaxandi tónlistarsnillinga, þá eru við með gott fólk hérna innan hús. Og þið bara kalliði mig þegar þið viljið að ég syngi fyrir ykkur. Annars, ef að þið viljið þiggja fríðarblessun, þá ég og María hérna frammi. Við fáum að heyra lokalagið sem Skínum skært, lag sem við heyrum nú eflaust öll síðustu áramót. En við kveðjum alltaf með þessum orðum, förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já! Gerum það. Einmitt, lokalagið úr Krakkaskaupinu og eftir hana Írisi Rós. Og ég held kannski við fyrstu kórarnir sem erum að flytja þetta svona eftir Krakkaskaupið, ég vona það. En þetta var samið í minningu hana Bryndísi Klöru. En við skulum bara njóta.